Þórstakvöldsins, byrjum á þeim, Eggert Þór Aðarsteinsson og Daniel Steindisson. Þá byrjum á liði gestana frá Sindra. Númer 0, François Mathieu. Númer 1, Donovan Fields. Númer 4, Friðrik Heiðar Vignisson. Númer 5, Erlendur Björgvinsson. Númer 6, Hringur Karlsson. Númer 7, Benjamin López. Númer 10, Gísli Þórarinn Hallsson. Númer 12, Milorad Sedlerevic. Númer 34, Hilmar Óli Jóhannsson. Og númer 55, Páll Trúnason. Þjálfari Sindra er Nebojša Knežević. Það held ég nú ljósasjó. Já. Velkomin að skjánum. Framundan er leikur Sindra frá Hornafirði sem er í heimsókn hér á Akranesi til að taka á móti ÍA. Hannibal Hauksson heiti ég, með mér er Jón Örvar Kristinsson og kamerunni Guðmundur Kort. Heiðar ætlar að koma að joina okkur í útsendinguna eftir, þannig að þið fáið engin replay allavega til að byrja með. Við erum bara ekki nógu klárir. En hörkuleikur, við erum að tala um toppslag. Já. Sindri er þetta með eitt leik á okkur heldur. Jú, en við stoppum ekki við það. Ef við kannski byrjum aðeins á því að fara aðeins yfir hvað er framöndan í þessu leik. Við erum að horfa hérna á Sindraliði sem er búið að vera svona í og við toppinn allt tímabilið. Það er nýtt íþróttaár að byrja, nýtt fótboltaár. Við byrjum tímabilið að keppa móti þeim 2024-2025 og við byrjum 9 ára að keppa móti þeim. Þetta er allt bara mjög hefðbundið. Skrifaði fín. Já, en við förum kannski aðeins yfir þetta Sindralið. Þá eru þeir með bandaríski bakvörður þeirra Donovan Fields. Hann er þeirra svona hættulegasti maður. Skorar meðaltali 24,2 stig, hann hefur hægt skorað 42 stig á tímabilinu. Þessi gæi, hann kann að skora. Hann er ekki að skjóta neitt mikið af þryggjastega, hann skýtur mikið í leiknum vissulega. Hann er að taka einhver 15 skot, en það eru bara 3-4 af þeim sem koma fyrir þryggjastega. Hann er að keyra á körfuna, þannig að við þurfum að passa það. Já. Við erum reynda með einn góðan varnarmann á mótum sem kemur til með, sem er Kynjón, sem stelur mest af öllum í deildinni á boltum. Þannig að hann er að fara að fá hörku varnarmann á sig. Já. Svo erum við með Gísla Þórarinn Hallsson, fyrirliða. Hann er búinn að taka 3 30 leiki á þessu tímabili, 30+ leiki. Hann er að skora meðal 30,9 stig og hann tekur flest vítaskot, þannig að hann er að koma sér á línuna. Já. Svo er áhugaverð. Hann er kallað Steve Kerr fyrstundur. Það er þetta mjög gott viðurefni. En svo erum við með athyglisverðan baráttu á milli Francisco Matip og hans Viktors okkar. Þetta eru stóru mennir, ef við getum sagt það svo. Báðir geta skotið tveggjastiga og þeir geta báðir frá út við tveggjastiglina. Viktor er frákastahæstur í deildinni og með flest varin skot. En hann Matip er að taka 10+ frákastar meðaldra leik. Ég var að fylgjast með þeim í uppbytunu. Þeir eru
svolítið ólíkt byggðir. Viktor kannski með þyngdina fram yfir annan, giska á Matip sem hraðan. Þannig að þetta getur athyglisverð barátta á milli þeirra. Ef við kíkjum á þessa skali þá myndi ég halda að þetta sé svona eftir liðsheildin. Við erum með 6 leikmenn sem að skora 10+ á meðaltali leik. Það mjög sterkt. Það skiptast líka á að vera stigaðistir og það einhvern veginn, maður veit aldrei hver stígur upp í hverjum leik, sko. Akkurat, og við erum bæði liðir held ég með 8 leikmenn sem að spila 9 mínútur eða meira. Þannig að það eru bæði liðin svolítið að keyra á hópinn sinn sem er mjög gott. Við erum búin að fara yfir Kinyon, við erum búin að fara yfir Viktor, svo náttúrulega erum við með hérna Serdan, Körfugnandismann Akranes 2024, við erum með Lucien, Kristoffer, Styrmi, Aron, Júlla, Tómas. Þetta er breiður hópur hjá. Lucien byrjar inn á. Væntanlega þá bara settir á Donovan. Til að byrja með. Lucien nefnilega líka þræl öflugur varnarmaður og svo höfum við náttúrulega líka Styrmi. Þannig að þeir ættu að geta lagt allt í vörnina meðan þeir eru inn á. Heldur betur. Hjá Sindramönnum að þá byrjar Gísli inn á. Friðrik Heiðar Vignisson, Donovan Fields, Milorad og François. Skagamönnum Lucien, Viktor, Kristoffer, Serdan og Kinyon. Þeir hafa svolítið verið að skiptast á að byrja hérna Lucien og Styrmis. Já. En það er bara ótt að segja það að toppsætið er í húfi. Já. Fyrir kvöld. Eftir að hamarunni Ármann þá samkvæmt reikni hæfileikum mínu sem nú ekki miklir að þá fer liðið sem að vinna þennan leik í eftir sæti. Fyrsta sóknin inn, óheppinn Kinyon, Kristoffer með gott frákast. Sterkar undir og Viktor nær að blaka hann ekki nógu langt og hvað er? Stólinn bolti. Starfarinn, góð. Þetta kallar maður að byrja á. Þetta er flott maður, já. Nei, Kinyon byrjar á Donovan. Gísli. Svo verður að standa svolítið á Gísla. Við nefnum ekki að hann komist eitthvað. Hann upp á körfunni, góð vörð af Lucien. Hann var hættileg vörð til að kemur aftan af mannum. Það er mjög oft dæmt á það, en hann var bara greinilega góður þarna. Já, heyrðu, við glemdum að taka hann dómarana maður. Það er Eggert Þór Aðalsteinsson, rithöfundur Mikli, metsöluhöfundur frá því mjög gamla daga og Daniel Steinvinsson. Eggert hefur dæmt mjög marga leiki í Akranesi. Hann er bara í mörg ár, komið nokkur íþróttahús og Valsmenn. Ótrúlega geðþekkur maður. Kinyon, setur þetta niður. Þeir byrja vel, þetta er frábært. Heldur betur, 4 fyrstu stigin eru heimamanna og Kinyon með vörð. Hann hætti boltan út af, tapaði bolti. Þetta byrja flott. Þjálfari Sindra er okkur kunnur, Nebojša Knežević. Já. Það er upp í 2 ára eða ekki? Jó, ég rætti mig aðeins fyrir leika, hann sagðist að koma í gær bara, það skilja sínt bara hvað hann átti heima og ætti bara góða minningu fagnar þessu, það er gott að heyra það. Lucien gæja maður. Gæti þetta vel klárað. Það er ótrúlega segur maður. Gísli, Martin fyrir undir með Kinyon á sér. Skipta á hindrunum skafan. Já. Serdan. Sem eru pekið. Kinyon, finnir Viktor eftir körni. Óheppinn hann en Kristoffer er búinn að taka hvað? 2 sóknarfrákast núna bara á 2 mínútum. Hann endar í 40 sóknarfrákastum með þetta heldur svona. Til Gísla, stígur út af. Þeir eru að spila alveg frábæra vörn til að byrja. Heldur betur. Skafin mæta mjög tilbúinir í henni leik. Mér finnst líka svo gaman að sjá. Svona öðruvísi heldur en oft áður. Þeir eru alveg tjúlaðir. Fagna bara alls konar hlutum. Svo ógeðslega gaman að sjá þetta. Stemning gefur auka kraft, það er bara þess. Flott villa með það. Lendur á eftir honum og stoppar þetta bara snirtilega. Donovan á Kinyon. Ræsileg hjálpaður til Serdan.
Þetta var nú bara snýrtilega að klára þess. Þetta var það. Var ekki Milorad hérna númer 12 þegar hann var ekki Borgarnes? Það gæti verið að segja það, jú. Það er ámálið í það. Sartan Tristin, þetta ekki Viktor tilbúin í bakastöðu. Árið. Það er ekki slegin út af þá hefði Viktor alltaf gripið þetta. Já. Svo síðan Sartan býður sem fær boltan og Kristoffer í opinn þrist. Hann þykkur það. Það skafði mér að hann að byrja vel og uppreiknaði þetta stigaskor Hannibal. Já. Kristoffer tekur flest þriggjastigaskot hjá IA og hittir líka flestum. Gísli í horninu, galopið skot, Viktor náður truflan aðeins. Við meðum þetta ekki. Er hérna François hjá þeim, er hann eitthvað að skjóta af úr þristum? Það er að taka tæp 3. Sættum okkur við það. Já. Gísli hótar skotinu bara galopið. Lucien þarf að brjóta hann á honum. Gísli fer á línuna, fyrstu til þess að fara á línuna. Vel gert hjá honum. Þannig að við komum inn á hérna áðan, þetta er svo maður í liðunum stíku flest víti í leik. Já. Þetta er menn að fá hérna þessar forláta garðsessur. Já. Þessi var búinn að vinna fyrir klúbbinn. Já. Erlendur Óttar. Þrisvar. Gísli setur fyrra víti niður. Sindri er búinn að vera alveg þrjúsi góður í vetur. Það er það, eins og kom inn á fyrsti leikur tímabili var á móti þeim á Hornafirði. Það sem að Sindramenn fóru með nauman sigur. Já, sem við erum með 2. Jú, 2-3. Gekk á ýmsu í þeim leik og þá var Kynjan ekki kominn með leikuminn. Nei. Viktor er að koma tilbaka, geggjað play. Fint svo Matip hann að leika sér. Lucien fer á körfuna sterkur og opinn. Það er svo mikið að reyna að sækja þessa villu þarna. Gekk ekki. Viktor og Lucien skipta undir körfunni. Gísli gerir árás. Vel gert, fallir hreyfing og opinn. Vildi fá eitthvað fyrir því snúð þarna. Já. Það var eiginlega bara ógeðslega vel gert hjá hann. Kristoffer opinn, Viktor undir körfunni. Vel gert. Gaman svara. Sindri er búinn að vera með svona mín-álhug hérna sem við kunnum ekki vel við. Minnum á það, ég er með stíðarskóri að koma upp. Fín. Sko, ef hann ætlar að skjóta svona, það var engin sannfæring í þessu. Kristoffer var vill á Friðrik hérna, kemur svo línuna. Þetta var kannski ekki sérstöku vörn, hann skildi komast alla þessa leið. Nei, og svo brýtur hann á hann, hann alveg undir lokin. Já. Kristoffer segur. Við veitum að fá hérna bara jafnan leik í kvöld hann bara. Já. Þetta er spurning. Bæðinu víti niður, þetta eru svo mikilvægt stig að setja þessi vítaskot niður. Já. Kristoffer kom 7. Hann mætir allavega tilbúin eftir jólafrí. Heldur betur. Fields. Það er eitthvað lítið pláss fyrir Friðrik. Setur hann ekki í, Sertan með frákastið. Þetta var fínt. Það er ljós núlugurinn af Sertan, býsir til galopið skot og setur þetta niður. Svona reynslukarfa. Já. Svona 7 hverjum 10 skiptum með broti á hann þegar hann stoppar svona. Já. Bara setja það bara skotið niður í staðinn. Gísli, vel gert af Kristoffer. Gísli er hann pirraður, annars skiptið sem hann finnst brotið á sér. Sertan. Viktor byrjum boltur undir, færa hann. Snýrað körfinni. Mikið trafík. Sækir villina, þetta er gott.
Ræsileg, Sindri. 17-9. Þetta frábært? Þetta frábær byrjun. Já. Eftir að hafa komist í 8-0 að það kom áhlaup frá Sindramönnum, komið svo niður í ykkur 4 stig en 13-9, já. Aftur komið upp í 8. Já, einhvern veginn bara margir að skila og Kristófer að verja þryggjastæðaskotina og það heldur betur. Það allt byrjunarlið í að búið að skora í þessum fyrstu 5 mínútum og 51 sekundu. Það stigastu Kristófer með 7 stig, Kynjan með 4 sem var 4 vittistu leiksins, Sergeant kom með 2, Lucien með 2 og Viktor með 2. Hjá Sindra 2 menn búin að skora þessi 9 stig, François og hann Gísli Þórarinn. Gísli kom með 5 stig og François með 4. En aðteklisverð 7 stig, 5 frábært stóðsendingu og vari sko. Já, þetta bara ágætis bara loka tölfræði í leik en það bara hjá meðalmanni. Já. En þessi fyrsta deildin samt að verða svolítið fróðleg. Selfissingar komu með Tony Roden sem átti bara fínan feril í NBA. Hann mættur til lands? Ég veit ekki hvernig í ósköpunum það gerðist. Sko, Selfoss að keppa móti Þór á Akureyri. Við skulum tjekka á því. Nei, bara Wojciech. Ekki nema, það ekki að byrja hann á bekk. Engu líkar því. Þá hann að fara upp til flugvél og eftir. Nei. Þetta Þetta mjög athyglisvert ef þetta gengur upp hjá þeim. Ég verð að segja það. Já, þetta bara rugl. Viktor brennir af vítaskotinu. Ekki nema þeir fundið bara einhverja fjársjóðu þarna á Selfossi. Eða Skallandi mæta líka með gjörbreytt lið til leiks, það ekki? Jú, endurinn hjá þeim. Viktor setur selskotinu niður. 18-9. Fields. Frílar hatt og Gísla út og Friðrik. Fields fyrir bóttan farin hérna, 9 sekundur á skotklöku. Fields smá vandræðum að redda sér. Styrmir komin inn í skamunum fyrir Lucien. Fields fyrir 3 stiga skotið. Þetta var svona, við vorum að gefa eitthvað skot. Já, það virkaði. Fín vörð, þannig séð eiginlega bara allan tíman sko. Ég hef aldrei séð Skagamenn skipta svona mikið á hindrunum. Nei. Hrifin að því. Hann og Viktor þarna, en gott frákast hjá Mjórad. Fields, það Viktor á sig. Donovan. Glæsilega Viktor. Farðu nú. Kristófer, geggjað. 12, aftur 8 stiga munur. Þú hefðir ekki getað rent sunnundasmokkanum undir Kristófer þarna. Nei. Hann lyftist ekki frá jörðinni. Sko, mér líður bara vel með þetta. Mér alveg sama hvort hann skori einu sinni. Hann getur þetta ekki á móti Viktor. Það eru engar líkur á því. Og með líka hann Styrmir hann á ekki að stela boltanum. Já. Þannig ef hann ætlar að fara að snúa sér á þessu, þá erum við bara í fínum og glæsilegt. Sending. Tekinn í salnum maður. Ég heyrði Kynjón kalla á Styrmi að klikka þessu. Já. Kallaði þetta í kerfi 4. Já. Ég held að þetta sé fyrsta skipti í leiknum sem að komið 10 stiga munur. Skipting hjá heimunum, Sergeant fer á völli og Aron kemur inn á. Var einnig skipting. Sindrimenn Friðrik hefði fyrir út af og Benjamin López. Og Matip fyrir líka út af. 5. Og Erlendur Björgvinsson komur inn á. Donovan. Tíminn á Donovan. Skemmtilegt play, Aron kemur hjálp vörðina, nærið ekki. Vel klárað þarna hjá Benjamin. Já, ákveðlega hlupi hjá þeim Sindurmennum. Fer á Erlend, tekur snúningin, skemmtilegt nú. Geggjum hreyfing, frábært klárað.
Mílur allt hérna. Þetta hefur styrmir og snakkur upp. Þeir eru mjög meðvitaður Gísla. Já, galopin í hotninu, stígur undan línulega, slessum með það. Klauðulegt því Mílur allt þarna með. Já, undir styrmir hann þarna hoppum við fagstu. Pál Trúnó kemur inn fyrir Donovan. Þetta er athyglisverður leikmaður sem er að koma inn á. Þetta er leikstjórnandi sem er ekki að skjóta mikið á körfuna og hann er að byrja bara í helming leikjana sem hann byrja inn á. Hann er að spila með hann 27 mínútur leiktæpar. Hann er stóðstíkahæstur í liðinu með 6,7 stóðstíka. Já, ok. Þannig að hann er að koma inn á núna til þess að gefa hinum skot. Þetta er fínt. Gísli fer upp á körfunni, galopið, klárar þetta auðvitað. Hann er þriðja skipti sem hann vill fá okkur fyrir sem snúið fær ekki. Ég man ekkert því að hann hafi verið svona góður. Það er sig. Styrmir hann að komast á stað. Hann er aldrei að fara að skjóta sjálfur. Nú, Kenyon. Skannu snöggur maður. Já, þetta var komin tíma á þetta. Þeir eru búin að vera kvartallum tíma. Þetta er samt. Stoppa playið. Já. Já. Hárrétt. En var þetta önnuvillan á Gísla? Ef þetta var önnuvillan á hana, þá var ég sáttur. Þetta er reynslu múf hjá Gísla að stoppa hraðarblöðbarna. Hún er allavega ekki komin inn sem önnurvilla. Nei. Var þetta önnuvillan á hana, þá var þetta fínt. Glæsilega. Ég held að tæknivillan hafi verið á Nebo. Spá það. Þá er þetta ennþá verið. Þjálfarar eru alltaf farin að bara spila þennan leik. Að bara trompast hérna þegar hinu voru komast í hraðarhlaup á krúsjál tímum, sko. Akkurat. Nebo er eldri en 2 betur í þessu. Já, heldur betur. Þeir eru 26-16. Þeir eru svo... Það er þetta 27 samkvæmt mínum bókum, sko. Já. Já, annað góðan. Glæsilega. Ekki hans fyrst að fer svona nóðast undir. Býtur pláss fyrir Styrmi sem hefði getað fundið Kristófer eftir en fór sjálfur í sirkusköfu. Vel klárað, góð innkoma Styrmi, komið 5 stig. Ógeðslega hrifinn af þessu, það er menn kom inn á og bara eru að gera hluti. Bara ætti ekki bara að hlaupa á millin eins og okkur Jónóri á vondutímunum sínum. Sáum að Júli er komin á aftur, þetta er 3. stólni boltinn hans held ég. Glæsilega. Það fari kannski ekki skráða stóluna þegar hann er ekki að valda boltanum, það getur verið. Vel gert. Þeir fá uppkast og við byrjum með hann aftur næst. Já, 6,2 sekundur eftir. 29-16. Mikilvægt fyrir Skagamenn að fá stopp. Það var saman tíma mikilvægt fyrir Sindramenn að skora. Gísla, við leggur á stafmöndu Kristófer, tekur upp góðan snúning. Óheppinn. Kristófer, svo nálægt maður. Svo sem tekur svona skot, þetta er ekki maður sem er að hugsa tölfræðina sína og mér finnst vænt það. Einhvern veginn heyrði ég að NBA-reglan væri ef að klukkan klingir þegar boltinn er í loftinu, að það verður ekki tal. Nú? Sem skot, sko. Já, sem skot. Já, ég til það. Gjafakort frá Kallabakari. Já, glæsilegt. Hvað er það, 25.000? Það er konar 2 dömur sem er að taka 3 Það stiga er fullt af Vostaðstöfum, sko. Það myndi duga þér alveg í viku. Já, hef ég mælupest. Já. Nei, þetta er 2 daga skammtur. Koma svo, hvetja þér áfram. Takk fyrir upp, eins og höstur aftur að baka. Sjónlega Og svo keira og hoppa. þjálfa stelpur hérna í þessu. Koma svo. Gemur. Klappum og hvetja menn áfram. Koma svo. Það er bara kraftinu.
En fyrsti leiklundi að baki Jónari, bara góð vörn, góð sókn. Það er ekki svolítið þessi Skagamenn takk út úr þessu meðan að Sindri er svolítið svona kannski, ef við setjum eitthvað 1 ár á það, þá eru svona mannstiltir. Þeir eru láta dómarna fyrir töðunar á sér sem að mögulega er eitthvað inni fyrir því. Það er eins og það er, við erum búin að læra það, þú breytir því ekki svo hratt. Nei, og svo, sko, yfirleitt fara menn ekki að töða svona fljótt í dómunum í leikjum við lið á sama stað í töflunni. Þetta er þegar það spilaði botliðinn og það er aðeins brotaður eitthvað, þá byrjar að töða, sko. Já. En ég meina þeir eru að koma illa grimmir inn í þennan leik. Heldur betur. Júla, skarkur upp á körfunni og setur þetta niður. Ég finnst líka bara Sindramenn eiginlega að vera að spila umurlega maður og mannvörn. Já, þetta er þetta fyrsta skref einhvern veginn, fara alltaf fram hjá þeim. Já, og bara margir menn hjá Skagamönnum sem eru bara að labba fram hjá þeim og... Þannig kemur einn, vill á Styrmi, brýtur á Pá. Gísli tekur boltan inn. Finnur Hring sem er komin inn á. Þetta er... Ælendum, við Pá. Finnur kemur inn á boltan. Leitar á sendingunni, finnur hana. Og skólinn bolti á Júla. Kristoffer fljótur fram. Og setur þetta niður. Kristoffer þá komin í 2 tölu, 11 stig. Já. Þetta er staðinni 33-16. 33-16. Það er eiginlega bara líginni líka. Bænum minn á móti Aroni, Aron stendur vel. Þannig að skrifa. Vel gert. Og Erlendur í 3 stiga skotið, setur þetta niður. Vel skotið. Sá þarna að sopnuðum aðeins þarna á hjálparöfni. Já. Það er óblíða móttökur hjá Benjamin. Já. Vel varið. Milorad og Donovan kom inn á fyrir Gísla og Erlend. Og Serdan kemur inn á fyrir Kristoffer. Kristoffer er búinn að vera langatkvæðamistur Skagamanna hérna í byrjun. Heldur betur. Síðan finnur Júla, fer á Benjamin, setur þetta ekki óöppin. Benjamin frákastið. Vel gert við Júla. Ákvörð. Ég finnst að vera þetta vill á Júliu svona. Já. Nei, þetta er ekki skilningin með þér. Taka sér hálsminnið. Benni var búinn að líma hann fyrir aftan sig og Júli nefndi því ekki. Nei. Hér tekur boltan inn, finnur Benjamin. Út á Pá, Lúsíandi varnar. Donovan fyrir 3 stiga skotið. Setur ekki, sjálftjálf með frákastið. En nú er samt svo mikilvægt fyrir Skagamenn. Við erum búin að byggja upp einhverju stöðu hérna. Að verða ekki værukinn. Heldur betur. Þetta Sindraliðið er ekkert í toppsætunum fyrir ekki neitt. Nei. Þú séð hennar. Ég býsi til Erlend Þarna er rauninni Milorad, hann lappar inn í hennar meðan hann er að þessu. Já. Það er það sem að dómararnir fá bara ókipis kalla á hann út af því. Já. Þetta er þriðja vellina. Þetta er þriðja vellina. Það er ágefnin. Við erum ánægðir með það. Nú sé hann á línunni. Sendur hann ekki. Donovan. Lúsíandi varnar, stendur vel en kemst fram hjá honum. Fallega gert, góð karfa. Vel gert hjá Donovan. Það var of kraft í fyrir Skagamenn hérna. Já. Þarna í gegnum miðjuna. Hann notaði ekki prikkið en Júli var tilbúinn. Héldu að hann myndi nýta það. Júli fer á körfuna. Setur þetta niður og körfa góð. Takk maður, Júli setur á nána. Ef við erum með endursýningavélina okkar, þá hefðu við hent hérna hnyklina Júla í endursýningavélina. Ef við tökum saman highlight ársins þá fer þetta þangað inn. En sérðu samt að því að nú hérna Júli er alveg snöggur á fótunum. En þeir labba bara fram hérna.
Aftur og aftur og aftur. Það áhugjefni fyrir Sindramenn, vörnið þeirra. Já, og þetta eru bara allir. Bara Sertan er búin að gera það, Lucian, Júli, Styrmir. Viktor fór fram í manninu sínum áðan. Viktor er búin að fá dýrmæta hvíldina hérna öðru leikunda. Það ekki oft sem að það gerist illa og Lucian. Þannig eru dómarnir eiginlega bara samkomið sjálfum sér. Hann er að stíga inn hérna á móti líka. Þannig að það er bara aftur bókinu þeirra. Skipting. Kemur inn á fyrir Lucian. Kemur inn á. Hann er alveg ótrúlega lítill hann Donovan. Allavega svona í fjarlægð. Já. Pá með Aron á sér langt fyrir utan. Skiptir Júla. Benjamin fyrir undir. Pá út í hornið. Donovan á móti Kynjón fyrir truflar hann vel að það. Virkar. Frákastið. Það var svona liðsfrákast. Enda í hendur á Styrmi sem fer bara í opið skot. Setur hann ekki. Læsilegt að... Sóknarvill á Aron. Ég er hrifinn af þessu. Mér er alveg saman þóttan brauð. Þetta er bara flott. Vaða inn í sóknarfrákastegina og... Já. François biður skiptingu og Óskar kallar leið í Viktor. Já. Sko... Aron og Hringur fara út af fyrir François og Viktor hérna. Ég er ekkert viss að það hafi bara beðið nú snemmi skiptingur. Þetta er bara allavega að kalla þetta ekki. Mér finnst það ekki vera. Það sýndist bara að vera og seinur upp. En dómararnir tóku fram yfir hendunar á Ryttarabárunu. Og Matip og Viktor komur inn á. Já. Frændi Joel Matip. Getur verið. Það var það topp eintak. Við veitum ekki með það maður. Benjamin er alveg við miðuna, Donovan kemur inn að sækja hann, fær hann ekki, Pá fær hann. Já, Matip, öllur að Pá, Styrmi til varnar, 8 sekundar skotklukku. Löng sókn. Pá fyrir fyrstu, setur hann ekki, Júli og Viktor fær það. Það er allir, ég veist ekki samfærandi. Skot. Nei, og þetta var svona löng sókn um þeim. Sertan, Viktor kemur í byggið, fær Benjamin á sig undir, byrjum boltan, Sertan kemur ekki, finnur Styrmi í horninu, Styrmi hóta skotinu. Það var þetta snirtilið hjá Donovan. Og 2 stig frá Matip. (38, 23, 6 mínútur, 6 sekúndur. Í áttina körfinni. Benjamin brýtur á Kynjón. Þetta er svona frábært núna, hérna koma 2 kurur rauð frá Sindramönnum og þá á bara að fara á körfunni á Skagamönnum. Já. Ekkert að sætta sig við ykkur erfið skot eða eitthvað flókið. Tekur boltina einn, Styrmir hann fór sér lausan, Sertan líka, Sertan er í Júli líka alopinn. Vel gert, vel klárað. Júli kom með 7 stig. Já, hún er frábær. Og vel gert hjá Donovan Fields hann. Hann náði Styrmi loksins. En Skagamenn eru bara búin að vera á þessum fyrstu 14,5 mínútu miklu betri á öllum sviðum. Þetta segja líka 40-25. Sertan býr undir plass fyrir Viktor, kemur hann ekki inn, finnur Júli hóta skotinu, Styrmir í horninu, stuttur. Þetta er flott samt maður. Já, þetta var eitthvað í gangi. Já. Fields, Stefán Júla, Kynjón stelur þessum bolta ekki undir hendur og Gísla, finnur Benjamin. Vill að karfa góð. Skrif. Það er ekki alveg samanlega þessu. Styrmir skiptir í Kristoffer. Já. Nú er byrjunliðið hjá Skagamönnum komið aftur inn á. 40-27. En enn og aftur að
Skagamenn mega heldur ekkert vera værukennir. Þeir þurfa að klára þennan leik, sko. Heldur betur. Skagamenn búin að vera ískaldir á fyrir þykjastæða með 1 af 6 og meðan að Sindri eru 3 af 11 sem svo sem ekki svakalegur hiti. Benjamín á vítalínunni, setur þetta niður, þykjastæðasókn hjá Sindra. Minnka munin í 12 stig. Júla, Serjan, þarna hefur Gísli fljóttur að loka á hann. Serjan fer fram hjá honum. Henni Keon. Hann fer á Donovan. Setur þetta ekki, frákastið hjá Gísla. Svolítið tími síðan Skagamenn skoruðu síðast. Já. Gísli fer á körfunni, finnur Benjamín undir. Þetta við, finnur Matti, Júli kominn. Pá, 10 sekúndur á skotklíku. Gísli. Setur þetta niður. Það var laglegt með þér. Kemur munum í 10 stig og Óskar tekur leikli. Ég er frábært leikli. Ég er ekkert hissa á því. Nei. Bara aðeins að brýna fyrir sínum mönnum, ég menna þeir eru búin að vera bara svona smá sloppi, svona eitthvað aðeins að leika niður. Já, sko Gísli kominn og stigahæstur hjá Sindramönnum með 9 stig, Donovan með 7, François með 6. Hjá Skagamönnum með Kristoffer stigahæstur með 11, Júli með 7, góð innkomu hjá Júla, Styrmi var hvað með 5 held ég, flott innkomu hann líka. Finnur með 6 og Viktor með 5. Serjan með 2, ég held að sé bara, ég er ekki orðin að taka 1 skot. Já, það er ekki mörg allavega. En sko Skagamenn er búin að ná 7 fleiri skotum í á þessum 9 mínútum rúmum sem er búnar, neini fyrir 15 rúmum mínútur sem er búnar. 32 skotum og 26. Það er yfirleitt betra í körfubolta að ná fleiri skotum heldur en hitliðið, yfirleitt. Frákastu baráttan með 18 frákastu mæti 11, stóðstíkindur jafntar 7-7. Bæði lið hafa stólið 3 boltum og blokka 1 skot. Vittirnar eru 8-7. Kristófer er 7 frákust. Já. Ég er alltaf spenntur að sjá þegar að býtur á hvernig þeir svara. Já. Hvernig þeir koma tilbaka. Við erum svolítið að fara inn í þann kafla núna. Já. Og þá setur Óskar byrjunarliðið sitt inn á, en það er ekki byrjunarliðið sitt inn á. Lucien heldur áfram þessu fráhárfi, finnur Serjan, kemst fram með Gísla, písir til opnara skot og setur þetta niður. Ég var aldrei séðan Klikkursson. Nei. Búin að vera hérna í 2 ár. Aldrei séðan Klikkursson skoti. Þetta er svolítið svona ekta Serjan eins og við talaðum á þeirra. Hann stígur upp þegar áfæra að halda og ef það fara ekki að halda þá bara skilur hann bara öðru. Gísli, ekki stámyndi Kristoffer, fer í svona skrítið skot. Kristoffer plaka boltan til Viktor, vel gert. Kynir á hópin hann að Donovan læra að slá aðeins í boltan og fipar hann. Fjórtán sekundur á skotklukku. 42, 30, 3 mínútur og 35 sekundur eftir að fyrri hálfleik. Já. Pá. Það var stopp. Benjamín ætlar að fara á Serjan, Serjan til í það. Benjamín kastar boltan að brúta. Mér líður bara vel þegar boltin er í höndunum á. Lucien? Nei, Benjamín. Já. Ég er ekkert sérstaklega stressaður einhvern veginn. Skotklukkan fór seint af stað sýnist mér. Já. Ég setja 18 á hana. Já, þetta sé bara mjög nálægt lagi. Átján, har rétt. Komin í 17. Rétt skoður rétt.
Aja. Allt komið eins og að vera, þá getur leikurinn hafist. Kristoffer tekur boltann inn, finnur Lucien, Pá til varnar. Viktor með Benjamin á sér, biður hann fyrir utan, leggur á stað, tekur snúninginn, Gísli las það svona pínu, gæti komið veg fyrir sendingun Serjan, en komið hann í samtanga. Serjan leggur á stað. Viktor nýstir plásum til hverfinni, aðeins og lengi 3 sekúndur, passaði þig, fer út úr hringnum, Kristoffer í þristinn. Settur hann ekki. Stig út af. Pá, Matti. Pá aftur. Pá inn á Matti, með Kynjón á sér, Kynjón til í þetta. Stel, Það er held að bara sammála þessu. Ekki Serjan viðlega? Ég held að Kynjón hefði brotið. Já, ég held það líka. Ef þetta var Serjan þá var þetta fyrsta vitað hans í leiknum. Kynjón kom eina fyrir. Við viljum frekar fá þetta bónus. Það sýndist Kynjón verið að fá staðfest að Serjan fekk vituna. Matti klikkar fyrraskotinu, þetta var hann skrítið. Kynjón var ekki í stöðu undir körfunni. Ég skil ekki að hann gefur hann ekki annað víti. Nei. Já, jú. Þetta er bara hárrétt. Kynjón vissi ekki hvað þetta vera undir körfunni eða fyrir utan og var þarna mitt á milli. Þannig að Matti fram á séns. Setur hann niður. Getur komið sinni í 10 stiga leik. Gerir það. Ég skaða minn bara keyra eitthvað hugulegt kerfi, koma sér upp á körfu og bara skora. Kynjón. Lucien í horninu, Lucien tekur þristinn, setur hann ekki. Viktor í baráttunni, nær ekki frákastinu. Kristoffer pressar á Donovan. Lucien kemur til hjálpar. Viktor með frákastu hérna og Lucien. Kristoffer kom fram, hann reyndar ekki alveg eins opinn hún heldur. Kynjón með kvartnarsnúning. Vandar að setja báð í loftið. Virkilega vel gert. Þurftum stemningskörfu. Já. Og talandi það er fullt hús hérna á Vesturgötunni. Þetta er geggjað að sjá þetta. Það er búið að vera bara vaxandi í allan vetur. Heldur betur. Benjamin klárar þetta vel hana. Kristoffer er ekki sáttur. Nei. Benjamin leit svona aðeins á hann. Það er ekki stikkið Kristoffer. Viktor lítið plás, leggur á stað með óöfbrandi drifningu fyrir Kristoffer. Serjan fyrir þristinn. Setur hann ekki, Viktor með sóknarfrákastið. Snýr á Benjamin, nærið ekki. Lucien tekur sóknarfrákastið, setur hann þetta niður. 3 skot og sókn. Það er martröð þjálfarans að horfa upp á það. Pá. Viktor er komið langt út á mótum. Hann er miklu sneggur á leppunum. Nei. Hvað? Nei. Kynjón fær svona aðra villu held ég. Já. Fer á bekkinn fyrir 1 mínúta og 12 sekúndur eftir af. Þetta er ég ekki hérna. Ég veit ekki alveg til hvers að var að dæma. Svo spurning hvort að Kynjón hefði átt að reyna stelunum. Hann var í bölvuðum vandræðum undir, var að hoppa sig í vandræði. En þegar þú ert að stela 4 boltum á meðaldra leik þá er eitthvað ástæði fyrir að gera það. Já, það er líka bara að þú vilt ekkert endilega hann hægt að vera aggressív. Það heldur betur ekki. Þú vilt einhvern veginn, þú vilt ekki draga hann á tennurnar eða eitthvað. Donovan setur bæði víti niður. Það byrjar svona áhörundur að tjanta eitthvað á Sindraliðið og ég er yfir þessu. Lucien, þetta er geggjuð sending. Þetta var geggjuð sending hjá honum. Og líka bara sjá það að Viktor var undir þegar hann fær Matti bút í sig.
Það er enga líkur eða hann hafi séð hann. Nei. En hann vissi nákvæmlega hvað hann var. Las leikinn 100% þarna. Var þetta ekki fjórða á Milorad? Jó, við erum glæðið með það. Jú, hann er komið 4 villur á tæpum 90 mínútur leiktíma. Ég veit ekki hvað hann er búinn að spila margar af þeim. Viktor Lucian. Sergeant í horninu. Kemur sér í þægilega stöðu fyrir erfitt skot og fær villuna þarna á Friðrik Sindismörg. Já. Þetta er eitthvað sem að skamenn velja alveg að fá Sergeant á línuna. Já. Mér finnst einhvern veginn, þegar skamenn virkilega þurfa kurvu, þá eru yfirleitt gömlu kallarnir, Kristoffer Lucian og Sertan, einhvern veginn sem að bara stíga upp og sækja sér eitthvað. Þetta lag og hann í að Sergeant, en það er líka þegar hann tekur flest víti fyrir í að leik og hittir flestum vítum. Hann er rúmlega tæplega 85% vítaskipta. Bæði niður. Síðasta mínútan í fyrirleik, 50 sekúndur eftir. Já, það væri geggjað að standa vörðuna. Byrja á því. Þið ekki meir. Lucian það fyrir að stela þessu bolta. Gísli, lítið bara verið Gísla upp á Sigurstein, en byrjaði með látum. Fylgst í horninu, Viktor gerir þetta erfitt skot fyrir hann. Sergeant er hann 32 sekúndur. Þáttur. Sindri er alltaf að fá aðra sókn. Lítur niður klukkuna, Viktor tilbúinn undir, kemur upp í pikki, Sergeant notar það núna. Býr til pláss fyrir Viktor sem fer á körfunni. Fallega spilað. Fallega spilað. Líkt þolinmæðisverk, maður. Skil ég eftir hérna 2 sekúndur á skotklukkunni og enda í opnu leiðuppi hjá Stórakarlunum. Heldur betur. Hvernig staðið eru leikjum? Staðið eru leikjum. Hún er þannig að, já, viltu nú við þetta ekki búið uppvarast. Skallagrímur er að vinna Ármann 54-52. Þóra Akureyri er að vinna Selfoss 38-34. Staðan hérna er 50-36. Svo athyglisverð staða í Borgarnesi 54-52. Hálfleik. Það fer mikið fyrir manni. Moyer kom að skora 23 stig í fyrri hálfleik og 6 stoðsendingar. Þannig að þetta er... Luke Moyer var það sá sem var í Njarðvík fyrra, eða ekki? Jú. Þetta er örugglega bakverðin eða ekki stóri Amerikan. Ég þarf að fara að krókaleið til þess að finna þetta í, en... Við erum ekki hérna til að vera í krókaleið. Nei. En athyglisverð staða, Skallagrímsmenn eru hvað í 8. sæti eða 9. 10. Ég heldur að það verið í fallsæti fyrir leikinn. Með 6 stig eða eitthvað líka, sko. Meðan Ármanningar eru í toppbaráttunni. Voru jafnir á toppnum fyrir leikinn með hérna Hamar og Sindralinn. Já. Síðustu sekundar. Fyrstu fer óheppinn hann að fá villu í bónus. Sem betur fyrir eru við ekki með endursýningarvélina. Já. Þetta var skrítið. Hann fylgst á línunni. Setur fyrir að skoti niður. 2,8 sekundur á klukkunni. Geta skamenn nýtt sér það eitthvað. Setur setna. Þegar Kynjum getur hlaupið svona 5 ferðir upp og niður völlinn á 2,8 sekúndum. Enda takaði leikli. Já. Byrja þá sennilega hálfum melli. Nei, það er bara í fjórða. Það er bara í fjórða? Já. Þegar, sko, þegar ég segi svona, þá er ég líka alltaf smá að giska. Ég er aldrei viss mér. Ég ætla ekki að rengja þig. Hérna, spölva þetta einhvern veginn 2,8 sekundur og hætt og... Já, þetta var... Þetta gefur okkar annað vítið. Svona með hvernig leikurinn hefur spilast, þá var þetta svolítið ódýr. Já. En... Þetta var Robert.
Stígaskóli að dreifa stöðmaður og... Freyr og byrjunliðinu og Sindra einhvern veginn að skora. Friðrik og Gylfar. Ég veit ekki hversu mikið hann mun spila það sem eftir hann. Hann spila 12 mínútur og 19 sekúndur samkvæmt liveinu en loka sóknin í byrjarleik. Rýming aðeins í tölvana betur eftir. Lucien tekur boltann inn undir körfunni. En það var bara körfuleik að segja mig að byrja að horfa eins og allir vita. Síðan finnur Kenyon, hann getur hleypið mjög langt 5 sekúndum. Þetta ekki niður. Opinn. Hálfleikstölur 50-38 og við rennum bara eldsnögt yfir stigastu menn. Þá Kristoffer N stigastur á Skagamönnum með 11 stig, Kenyon með 8, Viktor með 7, Lucien og Serjan með 6. Ég glemdi Júliusi sem kom með 7 stig á bekknum og Styrmir með 5. Sindramönnum stigasleikmann færði einnig með 11 stig, Donovan Fields. Gísli Þórður með 9 stig, langt síðan skoraði síðast. 8 stig koma frá Matti, svo erum við með Benjamin með ágætis innkomu, 7 stig, 3 og 3 í skotum á 11 mínútum og Erlendur með 3 stig. En við ætlum að taka okkur örlitla pásu, komum aftur að vörma upp. Geggjað.
Gott fólk, þá erum við að fara inn í seinna hálfleikinn hér á Akranesi. Við kannski kíkjum aðeins á hálfleikstölur í öðrum leikjum. Þetta er þriðji leikluti hafinn í Borgarnesi, staðan 56-63, Ármenningar komnir yfir. Á Akureyri hálfleikstölur, Þór 43, Selfoss 40 og hérna á Akranesi Ía 50, Sindri 38. Sem þjálfari sóknarlega sér ertu ánægður með 50 stig, varnarlega sér ertu ánægður með 38 stig. Já. Að sama skapi ertu óánægður með að skora 38 stig og fá á þau 50. Já. Þannig að ólíkt staða hjá liðanum í hálfleik, en Óskar hafði samt alveg eitthvað til að brýna fyrir þeim. Sindramenn gerði aðeins betur hérna í öðrum leikluta heldur en í fyrsta leikluta og komið sér aðeins inn í þetta þegar að Skagamenn höfðu tækifæri á að slíta sig enn meira frá. Já, og Skagamenn vita líka, þeir hafa alveg verið í svona leikjum sem er ná ákveðis fórustu og svo einhvern veginn bara dettaði niður. Já. Gísli, Benni komið í horninu, Kristó fer með góð vörn, Benni með þröngvarsekundin af körfunni, Kynjan með frákasti. Mikill dagur, hann heldur þessum bolta. Tappaði bolti hérna. Sindramenn er beðin 3 sekúndur. Þetta er búin að biðja boltan að dansi lengi og fekk hann svo seint og mista hann og braut af sér. En það er bara þannig í þessari íþrótt að þegar þú ert búin að benda á þessar 3 sekúndur og þetta er svona gleymist sko. Já. Núna er þetta komið inn í undirmeðvitundinni hjá dómarunum, þannig að klókt hjá Nebo sé að kalla þetta en sjáum hvað setur.
Donovan. Lucian til varnar. Kenyon á Pá. Gísli. Donovan aftur. Góð boltarhefing. Kristoffer með enn eitt frákast sitt. Kom 8 frákast. Lucian galopin þrist. Óheppinn. Frábært. Vonið upp úr. Já. Við höfum ekkert út á þetta sýtti. Alls ekki. Hún tekur þetta skot. Það kemur Pá. Sem með Mattisson í körfunni. Vel varið skot. Benjamin nær frákastinu. Leggur stað Viktor. Klárar þetta vel. Vel klárað. Fyrsta karfa í setðarleik. Það eiginlega líbrasta sem síðan gerir leiknum. Já, þetta var vel klárað. Það ekkert auðvelt að skjóta þetta í kringum Viktor. Þetta veitur ekki í blokk. Flest varið skoti með til að leikja dildinni. Viktor? Já. Þú sér, hægst á Gísla óöfnum, hann ekki að klára þetta. Laglegt samt. Pá, hann ætti að gefa Matti, nei, jú, en ég ætla að segja að þetta var sending. Já. Þetta var sending. Það ég væri að, nei, Gísli með stólum bolta, ákast í skafunum, hann var hann 1 á móti 3 undir körfunni. Pá, herðu, þetta var skot. Já. Skafan aðeins að stilla strengi, 42-50. Fyrstu stíðin eru sendramanna, Viktor, innan Kristoffer. Gísli með þessa villu. Við kennum það fúslega. Það er alltaf skafan. Já, gott að koma sér bara á línuna þess. Ekki búin að skora nú í rúma 2 mínútur í seinna hálfleik. Já, einhvern veginn. Það er allt svona tapaði bolti hér og ekki alveg frábært sko þarna og eitthvað svona og reynda var Lucian líka bara óheppinn að hitta ekki sko. Já. Flottur þegar setur. Fyrstu stiginn setna leikur í Skafan. Já. Þannig að útlýst á Skafan verða aðeins hérna svona eins og þau byrjuðu. Já. Aggressífir og aktívari og hérna Nú segir hann pressar á Pá. Þetta virkir mér upp með honum. Akkurat. Það er bara að stæla boltana vel gert hjá Donovan. Keirir upp á körfur, þetta er glæsilega gert hjá honum. 4 stig. Já, ég myndi alveg segja, já. Nú að dansa þetta fram með Kenyon maður og klára sig í gegnum tríðarna í tegnum. Já. Viktor fyrir langan tvist. Setur þetta niður sem betur fer því þetta var ekki svo sem að ég held þessi teiknaugstaðarinn hjá Óskari sko. Þetta er bara Matti berinn að búa sér til pláss með Kristoffer á sér. Spjaldið og sending. Kristoffer segir bara takk, ég tek frákastið. Ég er að nefnilega ná mér í 2-2. Nú fá eitthvað. Gjör þessu vel. Þetta er svo mikilvægt að ná svona körfu þegar þú ert í brasi. Já. Komaðum aftur 12 yfir. Viktor og Matti fyrir utan og hóta skotinu. Viktor hoppar, hann þurfti þess ekki, en gerði hann samt. Matti býði einhverjum æfingum, lærði ekki. Boltinn endur á Kristoffer. Ég ætla að segja ykkur, hann er komið 2-2 held ég. Sörgjan á Viktor. Bara spjaldið á hann. Þetta er flott hjá Skagamenn. Þetta er vel svarað. Stíga upp í vörninni og hlaupa svo völlin. Þetta er nákvæmlega sem við vorum að kalla eftir. Já. Aggressívar og aktívari og Gísli fyrir fram með Sörgjan. Viktor alltaf. Benjamin reyna að bjarga þessu. Hvað endar þetta? Viktor hefur hægt sig í frákast og það var bara 5 frákast. Þeir dreifa kannski stigaskorunum vel en Viktor hefur held ég bara eiginlega alltaf verið frákastastur. Kristoffer var búinn að sagði þennan áður hann fekk hann, nærið ekki, Pá. Sörgjan með svona skemmtilega. Það reyndi að brjóta sér á hann, gat það ekki. Gísli á sig hissa, þetta hafði ekki verið dæmt á það, hann gal upp í skott og klikkaði því. Önnu villin að serða, já. Já, hann fekk draugavillin á hann líka. Já. Kenyon stelur sem bolta aftur. Þetta
Kristó Vill og Kynjón. Þriðja völlur hans. Var það þriðja? Já. Lucian skiptir við styrmi. Hann lofar Óskari því að hann viti að því hann sem er 3, hann þarf að haga sér. 3 vitur samt ekki ræðilegt núna. Nei. Það ætti að vera 4 samt. Jep. Styrminútan hann. Ná að skipta hérna, Matip kemst upp á körnum við Viktor á sér. Fær Viktor í loftið og nýtir sér það. Spurning hversu mikið Viktor þarf að hoppa í þessari stöðu. Í þessari stöðu ekki neitt. Styrmir í opinn þrist, setur hann ekki og Kristófer rífur þetta til sín. Takk fyrir. Yfir það svaðana. Tapar svo boltanum vel stólið á Gísla. Kristófer kannski full lengi á honum þarna. Já. Gísli fer á Viktor með Matip fyrir aftan sig. Býr sér til gott skot. Vel gert. Við munum aftur í 10 stig. Þetta er sagaleiksins. Já. Náum við upp í 12 og svo koma þeir þessu. Þeir eru í 8. Já. Svo tjá, hann fer í þetta skot. Hann á að gera það. Setur þetta ekki. Viktor í barðinu með Matip. Matip tekur þetta. Donovan með Gísla. Kristófer á mótunum. Gísli leggur af stað á hann. Vel gert í Gísla. Kristófer reynda kemur í seinni vörn en dugar ekki til. Og Óskar nefnir þess ekki lengur. Ég er sammála. Já, ég er sammála. Komið 10 stig. Þetta er 8-12 þá seinni hálfleikurinn. Já. Kristófer komið með fyrstur á vellinu til þess að ná sér 2-2, 13 stig og 10 fráköst. Það var með 3 stóðsendingar ofan á það. Já, Donovan orðinn stigahefstur í liði Sindra með 13 stig. Gísli kom með 11 og var lengi vel með 9. Hann byrjaði seinna leikinn á að setja niður körfu. Hefur verið ógnandi hérna. En ekki með 13? Jú, já, það vantar körfun inn á. Já, 13 stig. Já, Donovan fyrir ekki, það er rétt sér. Ég finnst hann ógeðslega góður. Gísli? Já, mjög góður. Og líka eftir hann hætti að pyrra svo að dómarunum fór bara einmitt þess að leika, þá var hann ennþá betri. Við viljum endilega láti það fyrir í því og fara að pyrra sig aftur á dómarinu. Já. En 3 stiga nýting Skagamanna hefur aldeilis ekki skánað í leiknum. Þeir eru búin að hitta 1 af 13. Það var Kristófer heldur bara í fyrsta 3 stöðaturinn leiksins heldur, sko. Já. Á meðan að Sindramenn eru langt í frá að vera með frábæra 3 stöðaturinn, 3 af 15. Það eru 4 af 28 3 stöðaturinn leiksins. Það er, við getum því. Við getum 28 skottilunir. Ég held ég geta það með vinstri núna. En vítanýtingin hins vegar er liðinu með tölvöld betri. Sindramenn hafa bara ekki brent að víti, þeir eru 9-9. Brentur vissulega einu víti á hann en Kirjón gaf þeim annað menn þeir verið ekki til staðar. Það er meðvirkur Kirjón. Já. Hér er hann einmitt með boltan, finnur Viktor. Styrmir í opnum, tók það ekki. Kirjón. Kristófer ekki mútið sækja hans, 6 sekúndur á skotklukku. Kristófer fer á körfinni. Faglega gert. Faglega gert. Kristófer komið 15 stig. Það svara Gísla aðeins. Gísla búinn að fara tvisvar á hann og skora. Já. Fallega gert. Þetta var geggjuð sending. Þarna sýndi Pá okkur sendingahæfileika sinna. Donovan klókur að fara fyrir aftan Kirjón á það. Styrmir. Þetta var fyrir utan. Fer í þristinn. Enginn undir. Það er ekki gott. Donovan með frákastuð. Leggur af stað Viktor. Viktor! Já. Takk fyrir. 1 fyrir tölfræðina. Já. Bóðslega snirtilega greitur hann Pá. Manstu það Garðar Sigvald að vera í fitnessinu? Já. Það hreyfðist aldrei á hann hárið. Nei. Pá er svona eins. Ég held að Pá, ég veit ekki, var YouTube til þá en Pá er einhvers stað að grafa þetta upp. Já. Frábær vörn. Góð vörn hjá Aroni. Já. Það stíga þarna fyrir Gísla. Skipting hjá Skagamönnum. Lucian er að koma inn á fyrir Kirjón. Óskar var ekki alveg að kaupa dílinn. Þannig að ég lofa að gera ekki neitt. Ekki bara að gera neitt í 2 mínútur og
Nú gefur þér ekki meiri séns. Donovan nærist ekki í Lucien. Boltinn að Matti, Petter hárrétt. 8 stiga munið, það 3 mínútur og 20 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Já. Ég finn svona, hvernig spennan svona magnast. Hún byrjar alltaf svona neðarlega í maganum á mér. Og svo ég alltaf að anda eins grinnra og eitthvað. Kristoffer, maður. Aron geggjuð sending. Yfirvegar á boltanum með Kristoffer. Það var samt einhvern veginn alltaf alveg að fara að missa hann, en mista bara aldrei. Sendum með hérna. Friðrik, Matti. Okkar menn ekkert að slökka á hótunum maður. Pá, fyrir þristinn. Setur þetta niður. Þetta lag kveikt í Pá. Já. Styrmi tæpurinn á Pá-boltanum. Sörtsson að beðum skiptingu. Það er þessu flott. Styrminn með Kristoffer, fær smá hvíld. Já. Kristoffer er bara búinn að vera svolítið langbesti maður okkar í leiknum hingað til. Já, það er bara þannig. Þessi 12 stig hérna í þriðalögstu á Skagamönnum eru ekki til eftirbreytni. Nei. Við erum alveg endilega að sjá það. Það er flott. Sko, skotstíll Sörtsjans er sérstakur og hreyfingin hans að koma sér skotið sérstök og þannig er hann vissulega leiðin í skot. En ég hef haldið ekki að það sé nú marga leiki á hann til þess að þekkja stílinn hans en hann gefur hann villun á gólfinu. Kemur Mílurödd inn á fyrir Gísla. Ég finnst fínt að Gísla út af. Já, Mílurödd á 4 villum, munum það. Viktor, Gísli Blás með því ekki, Aron sækir hann. Já, hann fekk 4 villur á 12 mínútum ekki. Já, Sörtsjan. Það er erfitt skot, setur ekki Gæsileg. Lucien, kemur boltanum á Viktor sem fyrst núna ekki fullt af snertingu. Já. Það voru bara nokkrar villur, en geggjað hjá Lucien, náðu þessu frákasti. Já. Fyrsta villan á François. Já. Og Viktor með 0. Það er svona svo stóru mennir. Ekkert að spila þessa vörn með þessar súlur hérna maður. Viktor má setja þetta honni. Já, þetta er komið í 7 stig, það er bara minnsti munur í mjög langan tíma. Já. Ég vil eitthvað frekar skotlis á línni. Það er 80% ríkistelki, það er rúmlega þetta bæði niður. Sem er nú bara ljómandi fínt fyrir svona súlu. Já, heldur betur. Pái smá vanda, Styrmir setur pressa á hann. Skref, já, hárrétt. Æsilegt Styrmir. Það var bara hárréttur dómur, hann lyfti báðum löpum. Lendi í vandræðum hann. Þetta á Styrmir. Hann setur hérna, kemur hann í klandur. En svo er þetta líka bæði, sýndist Lucien og Aron. Náðu að setja, loka á kantana þarna. Aftur tapar Skaga með boltanum eftir að fá hann svona tindurlóð dýrt. Og Donovan, viktir skotur Mílurödd. Setur hann ekki, Aron með frákastið. Ógeðslega góð vörn hjá Styrmiðan. Aron leggur á stað, fullt að snertingu þarna hjá Friðrik en kemst upp með það. Donovan, já, geggjum vörn, óheppinn, Mílurödd tekur frákastið og setur þetta hann í. Þarna hefði ég viljað sjá Skagatreyjur koma sér aftur og hjálpa Lucien hann. Heldur betur. Lucien fyrir þristinn. Setur hann ekki, Viktor er barður undir körfunni, rífur þetta frákastið sín. Fer svo bara á Matti. Og aftur. Óheppinn, klúrar þessu, Aron í barðunni, nærist ekki, Mílurödd tekur frákastið. Kemur boltanum á Pá. Komur svo. 64-57. Pá í opinn þrist, skoppar upp úr, Viktor með frákastið. Viktor, þetta er ekkert rosalega sniðugt, en náttúrulega betra en núna. Sörtsjan, fyrir á Matti, Petter hárrétt. Hann er ótrúlega segur í þessu þegar hann sér að mennur einhvern veginn ekki alveg í nógu góðri stöðu eða góðu jafnvægi. Hann leggur hann á stað. Já, beint einhvern veginn á mjöðminnaðum og sækir villuna. Pá er sestur á bekkinn og Erlendur er komin inn á
Benjamin vill koma inn á líka, Viktor fer að velli og Júli kemur inn á. Benjamin skiptir fyrir Friðrik. Viktor fór út á núna og þá stækkaði liðið sitt. Benjamin kom inn á fyrir Friðrik. Við erum með hérna Benjamin, Milorad og Matip. Það var hann fæði boltan, 14 sekundar skotklukku. Lucien, 64-57. Aron, leggur stað á Matip. Finnur Lucien fyrir utan, Lucien leggur stað í áttunum körfunni, lendir vandræðum, lærur hann fattur. Aron verður að taka þetta, 2 sekundar skotklukku, setur þetta niður. Gríðarlega mikilvægt. Gríðarlega mikilvægt. Hann nefnilega fín skytta. Já. Benjamin fær Aron í loftið. Nýtir sér það. Möguleiki á 3 stiga sóknin þegar Benjamin. Það var laglega gert hjá hann. Benjamin fær 1 vítaskot. Ég veit ekki hvað það sé að ruglast á línunni, það er svarta línan. Jú, hann er að ruglast. Ekki segja hann neitt. Enginn láta vita. Glæsileg. Aðeins og stuttur maður. Fullkomið. Þessi einn til umbóta. 18 sekundur. Skotklukku. Tapaði bolti, þetta er dýrt. Matip, Lucien, vel gert hjá Lucien. Leikurinn stoppaði ekki. Það er 15 sekundur. Hún er ennþá á gangi. Mér líður einhvern veginn eins og töpuðu boltarnir séu alveg að drepa okkur núna í þriðja. Bara algjörlega, það eru bara fleiri tapaðar í þriðja heldur en í fyrra hálfleik. Já. En þeir eru svo sem bara að vinna þriðja með 4 stigum eða ekki. Þetta er ekkert hræðilegt. Þetta getur bara verið mjög betra. 21-17 í þessum fjórðung. Það er haltara báður út úr þessu. Matip ætla að fara að velli, það er leikli Sindri. Það er bara ykkur leikli. Við skoðum það aðeins bara hvernig stigaskor leikmanna er. Kristoffer er stigastur hjá IA með 15 stig. Viktor er komin upp í 13. Kion 10. Július með 7. Sertan og Lucien með 6. Styrmir og Aron Elvar með 5 stig. Aron Elvar með 100% lýtingu síðan hann kom inn á og byrja að skjóta. Hjá Sindramönnum er Davon stigastur með Donovan stigastur með 15 stig. Gísli Þórar er með 13, Benjamin með 11 að bekknum, François með 10, Erlendur með, Pá með 5, Erlendur með 3, ég veit ekki, sko, Pá er eiginlega með stóðsendingu á sjálfa sig þarna í skotunum sem hann skoðaði. Og, já, Erlendur með 3, Milorad 2. Milorad er að hanga inni á þessum 4 villum. Já. Við erum ekki búin að bæta þessi mikið leikmyndum. Er einhverjum í villuvandarinn með skaðanverðum? Ég sá að Milorad með 4 og Gísli með 3 hjá Sindramönnum. Kenyon er villahæstur í með 3, Kristoffer, Serjan, Lucien, Júli og Aron. Það er ljómandi fín. Dæmdu leikur. Jú, ég held að sé bara ekkert við neina kvarta, sko. 1 og 1 skrítið en já, það núllast heldur bara út, sko. Jú, það er hjá Sindra er það Milorad með 4 og Gísli með 3 og aðrir minna. Já. Komur svo. Hlutum til upp. Það kom alltaf margar sekundur á klukkuna. Hann taldi upp, sko. Hann taldi upp? Já. Nefnum að tegtum við eitthvað kerfi koma inn, þið getur ekki hlaupið kerfið aftur. Búin að sýna nákvæmlega hvað þið voru að fara að gera. Heldur betur, sko. Þetta er... Það er einhver fórnaði höndum. Það eru litlu hlutinni sem gleðja maður.
Þetta bara rétt eins og leikmennir missa boltan út af við að taka léleg skot, þá getur Rittaraborðið gert mistök. Já, ég held að það hafi samt ekki verið nein mistök í Rittaraborðinu. Einhvern veginn, það er þetta ekki þeim að kenna. Nei, þetta er eitthvað tölvutengt. Já. Það er hérna. Þannig að greifin er ekki með klukkunar hérna, þá kenni ég klukkunum. Já. Komum svo gaman. 67, 59, 10 sekundur eftir. Hvað? Og til hún niður, allt er svo að vera saman kerfi á þann. Gísli kemur boltan á Benjamin. Ég held að þarna sé dæmt á líkum. Nei, ekki sá eftir þessu leið. Ég held nefnilega sko, já. Benjamin á línunni, á sinni línu. Setur fyrra, sem er fyrir 7 stig. Það er ykkur ástæðum að þá fer alveg ekstra mikið í töðunar á mér þegar hann skorar. Setur bæði niður. Fallegt vítaskot. Já. Skipting hjá Mílurod, kemur á velli, hann vill ekki fá 50 villina í þessu loka playi sem eru 4 sekundur og 2 sekundur breytt, eða 20. Aron leggur á stað. Hann að skjóta. En takt eftir einu Skagamenn eru búin að eiga loka skotið í öllum leiklutunum. Það er alltaf þeir sem taka síðasta langskotið. En staðan 61-67, við erum nýbúnir að fara svo sem yfir stigaskorun hjá leikmönnum hér ef við kannski kíkjum aðeins á stöðuna í öðrum leikum. Ármenningar virðast vera að klára Skallagrim í Borgarnesi 71-89 þar fyrir Ármann. Þórstar að leiða ennþá á Akureyri á móti Selfoss 58-53. Hérna er það 67-61 sem þýðir það að ég held að segja minnstu munur sem hefur verið í upphafi nýs leikluta. Já. En þá er það hérna, við kemum þetta bara kleinurhringin. Við heyrðum það á hann, menn þetta er gott. Kallabækningsskoti? Já, kleinurhringin. Þetta er náður. Og vel. Víkingur, þú gefur hann gott klapp. Og vel. Leikra til upp maður, leikra til upp. Leikra til upp. Leikra til upp maður. Það er fólksins að góðunum. Það er allir með honum. Það heldur fleiri með honum, herri prósenta, heldur við heldum með Tindastólum út í Val. Tölfræðibóli. Heyrðu, nú vill ég sjá Skagamenn hérna sína smá svona á hræðilegri ensku svona eitthvað svona smá sense of urgency, eitthvað hérna svona leggja vel í þetta, vera aggressífur og hérna. Sko 6 stiga munur í körfubolta er ekki neitt. Nei. Það er bara þannig. Og þetta er svona fyrsta skipti kannski sem að áhlaup Sindra hefur varað. Skagamenn ekki náðu að svara. Já. Söldsján. Fyrir Kenyon. Næris aftur. Söldsján hann af. Þetta er klefari vilja að Gísla. Það er ekkert annað hægt að gera hann að... Ég hef aldrei séð villu sem mér hefur liðið betur með heldur en þessa. Ég vona að Rittaraborðið hafi bara puttan á púlsinu því hann gerði 8. Það var vissulega ekki leikmann nr. 8 sem fekk villuna, það var leikmann nr. 10. Er leikmann nr. 8 inn á? Það er Sördsján. Já. Fjóraði villan, glæsilegt. Við erum glaðið með það? Já. Það kallast villumandræði. Viktor Gísla á sig undir körfunni. Óheppinn að það. Dæmdu á hann alveg. Menn henda sér svona fyrir lappirnar á fólki. Mílurod í þristinn, setur þetta ekki, Kenyon með frákastið. Bruna á?
Hann býður eftir honum, Kynjón leggur á stað, finnur Kristoffer fyrir utan. Kristoffer setur þetta niður. Þetta svo mikilvægt. Þetta svo mikilvægt. En nú þurfa líka að standa vörnina sem þeir hafa svo sem verið að gera ágætlega en sóknin hefur verið frekar ömurlegur. Í seinna hálfleik, já. Milorad. Erlendur leitur á Donovan, finnur hann. Benjamin sem upp í pikkið. Donovan ennþá með hann. Finnur Gísla fyrir þristinn. Setur hann ekki, Sörjan með frákastið. Viktor var að reyma skóna sína. Hlupu fullt af einhverjum skrínum og eitthvað en gerðu ekkert við það. Og settu eiginlega einu svona hindranir. Sörjan, Kristoffer sleppur þristinum hann að fyrir upp á körfinn í staðinn. Setur hann aftur fyrir sig, Viktor með frákastið. Út á Sörjan. Æsilegt maður. Erlendur fær heldur þessa villu. Gott að hann getur Viktor klárað að reyma. Já. Já, flott. Sammála. Og aftur sóknin styrð. Kristoffer kemur sér upp á körfinni. Já. Næstu sókn. Serdan kemur sér á línuna. Við erum búin að ræða á þér. Sörjan maðurinn sem ég vil fá á línuna. Já. 70-61. 70-61. En það verður þá að halda í vörninni. 10 stig, hann setur þetta niður. Sem hann gerir. 10 stig munur, 8 mínútur og 20 sekundur eftir á leiknum. Milorad. Tökum til varnar. Erlendur. Styrmir á honum, skipta Donovan. Kynjan upp. Í hornið, og hálf bolti, mista hann út af. Halda áfram. Kynjan, Sörjan. Hann keyrir bara á Milorad og Gísla, bara báða, gera það báða. Þeir eru báðar á fjórum. Fara bara aftur. Já, fara á hann. Það var ekki frábær sókn. Nei, ég hefði útfært þetta öðruvísi. En ég er líka bara hér en ekki náðu. Donovan með skemmtilega snúning, finnur Benjamin í horninu. Benjamin triplaði nú hann að við þetta. Mér finnst Viktor er aðeins of aggressífur þegar hann að hlaupa í þessa stóru kalla þeirra. Annars við sýnt nokkuð. Kynjón, hann gerir allt og lítið af þessu. Já, ég veit það. Allt og lítið. Sko, með Viktor, er þetta ekki bara maður sem bara vanur að spila í deildar sem eru fleiri stórir? Hann hefur þurft að spila svona. Erfitt fyrir hann kannski að gíra sín núna í að breyta leiknum sínum. Gísli, vel stólið bolti, Styrmir og Kynjón og Kristoffer með geggja vörn hann saman. Það er skrítið. Já. Blokkaði Donovan. Já. Fyrsta varðarskotið hans í vetur. Komum svo stafnir. Tístefnur skamun með boltan, Styrmir. Kristoffer fyrir utan fyrir þristinn. Setur hann ekki. Nei, flott. Milorad með frákastið, þryggjastinn í tíkinu skamun, þeir ekkert að fara að batna því. Nei. Hann Sörjan eiginlega bara óheppinn. Donovan missir eiginlega hálfpartinn jafnvægið í, svolítið dettur hann úr á hann. En alltaf vinna. Hann eitthvað svona búinn að stinga út hendinu einhvern veginn. Æ, þetta gerðist, jæja. Þriðja veitina Sörjan, engar áhyggjur. 6 mínútur og 50 sekundur eftir. Milorad. Benjamin fyrir undir körfuna með Sörjan á sér, talað 3 sekundur. Þristur hjá Erlendi. Já. Skýtur hann bara á fyrsta tempóið maður. Já, þetta verður klárað hjá honum. Tekur stúkan aðeins við sér, styðja sína menn. Kynjón. Þetta? Akkurat. Viktor, Benjamin til varnar, skrítin vörn, hann kemst upp með það, virðist vera. Kynni Donovan. Út í hornið aftur á Erlend, alveg svo áðan. Setur þetta ekki, Viktor með frákastið. Sem bara með Sörjan. Kera bara, kera. Nú er hann búinn að gera þetta með 2 sinnum á Donovan.
Það sem hann að fara með hendina fyrir aftan menn að reyna að stela boltanum, þetta alltaf villa. Já. Seldan ekki að fá neitt gefins í dag. Þetta bara stórfjörlegt með hvernig hefur verið dæmt eins og blokki hjá hjá Lucien, stólum boltinn hjá Kenyon. Svo kom allt inn núna og krúsi á augnablikjum þá allt inn þetta mega sko. Donovan. Verra var nú að dómarinn hljóp á boltan. Já. Gæi maður! Sko, hérna voru þeir aldrei að fara dæma leik. Það var aldrei að fara að gera þetta. Því líkur töffari maður. Já, en boltinn sindra manna aftur á móti. 15 sekundur á skotklukku. Það eitthvað svo hrikalega snöggur. Já. Sérstiga munur. Erlendur næri svo ekki niður, boltinn endur í höndunum að Kenyon, við þykjum það. 7 stiga munur. 5 mínútur og 40 sekundur eftir á fjórða og síðasta leikluta. Kenyon farið bara. Mílur áttur aldrei að fara á mótunum hann það. Kenyon, Kristoffer. Vá. Sá kerið inn í pakkan. Þetta vel gert sem Kristoffer sækir hann að bæði villu, 2 vítaskot. Já. Menn fá aðeins að pústa. Og það er sérstaklega hann. Setur það niður. Komið 18 stig. Mér finnst þetta alveg til fyrirmyndar. Hvað Viktor hann tuðar eiginlega aldrei í dómurum. Nei. Samt fær hann og ekkert eitthvað óbáslega mikið gefins eða eitthvað. Alls ekki sko. Alveg einstakur heiðursmaður. Mílur að hverjunni styrmir. Þetta rosalega. Dæmdan á þetta. Gæinn með bakið í körfuna. Já, nú ég hissa. Hérna bara sóknarmaður í bara bölvuðum vandræðum fyrir mjög flókna leið. Og þá dæmdi hann, brotaði hann áðurlega stað. Þegar hann fyrir utan þryggjastelínuna. Já. Og brýtur en við sleppa því eðlilega af því að hann kominn bara inn í gegn. Og grípur Styrmir það bara. Setur styrarskilur niður. Svo það líka þessi atriði skipta svo miklu máli þegar leikirnir eru svona jafn. Heldur betur. Við einhvern veginn nágrannan lið í töflunni og 74-68 þegar fjórði leikur hálfnaður. Sördsjan Mílur til varnar, farða á hann með 4 villur. Skiptir við Benjamin. Kenyon í þristinn, setur þetta niður. Gríðarlega mikilvæg þristur hjá ísköldu íaliði í þryggjastöðargötum í þessum leik. Það ekki fyrsti þristurinn sem að Kenyon tekur líka? Já, bara mjög líklega sko. Donovan. Kenyon alltaf að stela þessu bolta. Sördsjan, Donovan, fyrir undir köruna, finnur Erlend í horninu, aftur á Donovan, rennur til, kemur sér ekki jafnvægi og hægt að boltanum út á. Frábær vörn. Þetta var góð vörn til skagamönnum. Sér líka eins og núna, gerist eitthvað og þeir mæti í áhrifinu. Eins og hrifin að þessu. Fólk að veifa og klappa og öskra áhörendunum og eitthvað. Ég elska þetta sko. Já, þetta fallegt. Lucien kemur innan fyrir Styrmi. Byrjunlið Skagamanna inn á vellinum. Lucien leipur, það er boltan, Erlendur til varnar. Benjamin kemur hjálpina, þeirra á honum. Orri Grópin, Kenyon. Keyrir á körfunni. Gríðarlega sterkur hana. Þetta er ótrúlega vel klárað maður. Ótrúlega vel klárað. Leiklega Sindri sýnist mér. Já, þetta var ótrúlega vel klárað. Kemur þessi upp í 11 stiga aftur, en langt síðan við höfum verið yfir 10 stigum yfir. Já, ég velti fyrir mig Jónuri. Við tökum Mílur átt áðan þegar hann fer með bakið í 8 körfunni með Styrmir á sér, fær villu. Kenyon
keyrir að körfunni með mann onni sér bara engu öllu. Fyrir mér er þetta bara mjög svipuð play nema það annar er í raun og veru virkilega að reyna að skora í körfuna, hinn er í vandræðum. Þannig að ég er þetta sko, það er alveg eðlilegt að komi dómar sem eru lélegir. Já, það er bara að kalla þetta samræmunni. Já. Ég finnst þetta sko, ekkert að halla eitthvað sérstaklega á hitt lið, kannski sem til 3 mínútur hallar á annar liðið einhvern veginn. En svona yfir mest allan leikinn finnst mér þetta bara að hafa verið að mestu liti bara fínt sko. Og sérstaklega miðað við fyrstundina, þetta er æði skrautlegt oft á tíðum sko. Þannig að, en ég hefði örugglega dæmt villu akkurat öfugt. Já. Þetta sem þið gerðu. Sko, þú spurðir áðan með Kenyon hvort þetta hefði verið fyrsti þristurinn á þessi leiknum. Nei. Þetta var þriðja tilraunin og fyrsta sem fyrir honni. Og ég kom með 3 af 20 í 3 stegaskotum, 5 af 23 sendra með einn. Þeir eru búin að 2-falda 3 steganýtingunum sína. En 3-falda, þeir voru með 1. Nei, þeir voru með sko 7% nýtingu á það og upp í 15. Já. Þetta koma svo strákar. 4 mínútur, 21 sekúnda, 11 stiga munur, sendra menn með boltan. Mér finnst þetta ÍA-lið, mér finnst þeir eiginlega alltaf eiga séns á rönni. Já. Að komast á skrið, ná nokkrum körum í röð og af því að þeir eru alltaf að stoppa. Já. Vá. Litt skill. Það var svona 5 metrar frá boltanum þegar hinn var 10 cm. Hallt áfram á Gísla hann á 4 millum. Viktor leggur á stað, býr sér til hálfgert skot, fær ekki neitt. Kemur Matti, finnur Pá sem er komin aftur inn á. Erlendur komin á bekkinn aftur. Gísli, fer á Kristoffer til í það og vel stólið að Viktor les leikinn vel, gefur boltan, vel gert. Mílar Ratt með stóðsendingu næstu því. Lucien róar það niður, finnir Kenyon. 11 stig. Lucien langar svo ógeðslega að taka þetta maður. Viktor fær boltan undir körfunni. Mikið slagur þarna milli tveggja sem er þess að Gísli stelur þessum bolta. Kristoffer prestar á hann. Og lengi tilbaka. Pá. Sörgin óöfur á það. Illa pirraðar á þessu. Já. Einhvers stað verður dómarinn samt að standa. Pá kemur boltan að vinna á Matti. Viktor til varnar. Kenyon fylgir Pá. Donovan fær á pláss hérna, fullt af plássi. Dripplar boltanum og þetta var mjög skrítið. Hvað er þetta? Þetta er ekki löpun í hann. Nárin. Já. Það dreigir löpunni niður. Já. Gísli setur skotið niður, Minkarton í 10 stig. Setur skotið Gísla. Setur hann niður. Í næsta leikliði, Hannibal. Já. Gætirðu gert mér þann greiða. Sörgsen gæla við þrist. Viktor undir 1 en þeir eru náðu að koma tilbaka. Þetta er mjög hulegt. Já, gera greiða. Já, að aðtöga hvernig fyrirleikurinn fór nákvæmlega. Já. Donovan, góður spinni á þessu. Já, það var kvöldurlegt. Heldur betur, hvað eru skamin að gera hérna? Þetta er algjört rugl, leika sér hérna að eldinum og sluppi fyrir hot. Óskar tekur leikli að minna það á hvernig að spila á móti pressuvörn. Já, það bara, mér sýndist ekki vannþörf að vera á því. Í fyrra skipti fenguðu þið samt bara galopið skot frá bara bestu 3 stegaskiptinu okkar. Þannig að þetta er ekkert merkilegt heldur sko. En þessi seinni sókn á móti pressuvörn var frekar slöpp. En þú spurði hvernig fyrirleikurinn farið. Fyrirleikurinn fór 89-86. Það bara getur ekki verið. Það bara getur ekki verið.
Eða svona, þannig séð. Ef við horfum í fjölda karfa, þá verður það einn karfa. Takk. Ég var komin út í öngstræti og vissi ekki alveg hvernig þetta móka út úr þessu. Alltaf þetta treyst á balans. Já. Herðu, við kannski rennum aðeins yfir stigaskorið. Kristoffer er ennþá stigahæstur í skagaleginu með 18 stig. Kenyon er komið með 17. Hann er average að þetta bara einhver rétt 18 stig í leik sem er eiginlega mínum bókum ótrúlegt. Hann er 66% skotnýtingu. Það þýðir bara gerðu meira af þessu. Já, algjörlega þetta. Svo er Viktor með 13 stig. Frákastinn hjá Viktor er orðin 9. Hann er að average að tæp 14. Já, 8 stig Srdjan Júli hefur ekkert spilað í seinna leik. Skilaði 7 stigum á 7 mínútum fyrir hálfleik. Einhver reikistefna. En þá kannski reyni yfir stigastig. Donovan og Gísli eru stigastig með 17 stig hjá gestunum og Benjamin með 13 stig á bekknum. Góður leikur hann Kristoffer, finnur Srdjan. Kenyon. Ég held að þetta sé ekkert góð pressur. Þeir þurfa bara að vera aðeins rólegir og koma sér í gegnum þetta. Já, Lucien. Þannig að Kristoffer fekk annan séns þarna. Kemur þessu niður, gera mikilvægt stig fyrir Skagamenn eins og við raunum bara hver karfa hér verður það sem eftir þessu leik. 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hérna. Gísli. Æsilegt maður! Hárrétt, 5. villan. Ég held hann alltaf að stefna þessu. Það gata ekki. Æsilegt. Það hefur verið með hérna Master of Ceremonies hérna á Skaganum sko. Geðslega hrifin. Skagamenn leggja stað í sókn. 9 stigum yfir. 1 mínúta og 55 sekúndur. Srdjan. Það er of mikið tími til að ætla að verða eitthvað sérstaklega passífur sko. Milorad spilar ekkert eins og 7 á 4 vitum. Það er gott hjá honum. Endur sem sprauta eftir. Kenyon út í horninu á Lucien. Lucien fyrir þristinn. Setur hann ekki, Viktor. Óheppinn hann að bolti fyrir upp á snerti vírana. Já. Það er sönnugögg. Já. Þau sókn hérna hjá Sindramönnum. Skagamenn komast tilbaka. Sterkt hjá Mati Panna. Kristoffer. Erlendur komin inn á. Kristoffer í vandræðum. Finnur Viktor á tinningu alhópinn. Og hvað gerir hann? Setur þetta niður. Þetta var tilvíðulegkend en árangurinn góður. Heldur betur. Srdjan, Milorad í þristinn. Sett hann á þann. Setur hann ekki. Viktor með frákastið. Komin 10 frákast. Það verður tvann af Viktori. 1 mínúta og 10 sekundur. Kenyon. Ég finn svona hvernig kvíðanhótturinn svona losnar aðeins mann sko. Já. Lucien í horninu, hann fer í þetta aftur, auðvitað. Þarna kom það. 12 stiga munur. Leikhlé. Nebo. Já. Frábært, strákar. Þetta er frábært. Við getum ekki kallað þetta run. Þetta var svo stutt eitthvað, þetta eru bara einhverjar 3 sóknir hérna. Enginn eða með eitthvað frábær. Sendingin inn á Viktor á það var meira heppnilega eitthvað annað, en við tökum það. Kristoffer var eiginlega komin í vesen, búinn að hoppa upp með boltan og bara vildi til. Allt í hennu var Viktor bara galopinn. Heldur betur, fljótt að breytast, allt í hennu Skagamenn komin í 12 stigum yfir eftir að þetta var komin yfir ykkur 6 eða 4 stig, hérna bara fyrir örstutu síðan. Já. En þetta er samt sko svona svolítið óhefbundi leikur hjá Skagamönnum að mörgu leyti af því að ég meina þryggjastæðnýtingin hefur verið bara fín í vetur. Hann er búinn að vera alveg ótrúlega ömurleg í þessum leik. Einhvern veginn Viktor frákasta alveg undarlega illa. Já. Kristoffer einhvern veginn finnst mér búinn að vera langt bestur. Það er ekkert skrítið við það svona. Nei, hann er rúmlega yfir að skila sínu. Já. Kenyon er á pari. Lucien á pari. Þannig að þetta er svona bara, já, en það kannski líka af því að við erum að horfa hérna á 2 topplið. Það breytir kannski mikið undir og 2 góð lið.
En 56 sekundur, sendur með boltan, Donovan. Matti kemur upp í pikki, Donovan fyrir að Viktor. Galopið fyrir Erlend, hann sett hann á þann, hann setur hann aftur. Mikilvægt 3 stig, 3 stig, orða 2. 2 stig. 10 stiga munur á 50 sekundur. Vel spilja sendrarmönnum, tók stuttan tíma að koma stigum á töfluna. Ef þeir alltaf koma stigum á töfluna, þá veit maður að taka aðeins lengri tíma. Já, Pá verðst Lucien þau hálfpartinn fram hjá honum, hvítur blás fyrir Kinyon sem leggur á stað. Nei. Tæknivill á Kinyon. Það ætti hann hafi sagt. Sko, ég hef séð YouTube-myndbandi af honum að hann með skap. En? Þetta athyglisvert, Milorad á línunni. En nú verður setur þetta niður. Verða menn að fara til hans og leggja höndina á öxlina og minna hann á að við erum 9 stigum yfir á móti efsta liðin deildinni og við ætlum að klára það og halda innbyrðis viðrögnin á mótið þeim. Lucien alls ekkert hægtur. Sko. Ekki bónus, frábær villa. Það var svona, þessi skrín tilraun hjá Matti ber hættuleg. Já. Kemur á blindu hliðina af mönnum sem eru að hlaupa á. Nei. Það var ekki bónus á töflunni. Nei, það stóð. Skaman er það ekki frákastæði, jú, Styrmir látið vaða. Og hann á línunni. Brennir fyrraskotinu. Kinyon í frákastæði. 36,6 sekundur eftir, 86-77. Setur seinnaskotið niður. Kemur sem er í 8 stig. Dundur hann fram. Serjan. Wow. Það er villuna þarna á Erlend. Það er að muna að hann má hlaupa línuna til skora hverju. Það má það kannski ekki til víti. Jú, það má víst til víti. Hann stóð þarna bara límdur einhvern veginn. Serjan. Brennir að fyrra skotinu upp, en hann brennir vel ekki meir en einu víti í leik, en það er farið. Setja niður. Ekki brjóta, bara leifið þeim að geta klukkuna. 87-78. Matti. Boltan á móti á Milorad, fer í erfiðan þrist, en hann leit vel út, setur hann ekki, Kinyon með frákastið. Kemur boltanum á Lucien, 18 sekundur, Pá. Erlendur til varnar, finnur Viktor út í körfunni, nei, Donovan stelur þessu, 10 sekundur. Og ástæðan fyrir því að Sindramenn er að halda áfram eru þetta út af innbyrðis viðrögnum. Heldur betur. Það er þannig í íslensk körfubolta að ef það liður í jöfna stigum í lok móts að þá skipta sem sagt innbyrðis viðrögnir og eins og staðan núna að þá eru eftir þennan leik 4 lið jöfn á toppnum með jafn mikið stigum og þá geta öll þessi innbyrðis stig skipt máli. Miklu máli í lokin. En svo fórum við ráðan, við töpuðum úti með 3. Það var mikilvægt fyrir okkur að vinna með meira en 3. Já. Pá setur bæði skotið niður. Hann er Milorad. Nú er þetta heppinn, hann slær boltan hann í burtu eftir skoraði körfu á 4 villum. Leikhlé. Við kannski nýtum þetta leikhlé til þess að skoða aðeins aðra leiki í deildinni. Leiknum í Borgarnes er lokið. 10 stiga sigur Ármenninga, 98-88. Á Akureyri eru heimamenn í Þór að vinna Selfoss með 12 stiga mun, 77-65. Hérna erum við á skaganum í stöðunni 87-80 þegar 5,3 sekúndur eru eftir á leiknum.
ekki Óskar bara teikna núna að koma boltanum að góða vítaskipti eða? Láta hann bara dribla? Bara hendunum á... Nei, láta við skjótum. Já, ef hann fær skotið, þeir eru ekki alltaf að fara að brjóta, þeir ætla ekki að leiða okkur að þeir brjótum leið. Hvað, þeir taka boltan inn á sóknarvelli, Skagamenn hljóta að vera? Já. Nú má það. Það er fjörður. Já, þetta endur upp. Sko. Styrmir setur góða hindrun fyrir Serdan. Serdan kemur upp með boltan og fær hindrun á Viktor. Þetta hann eitthvað hita hérna langskotið en hann er ekki að fara að skjóta. Viktor hleypur inn, Serjan, Rísuleysan, fær boltan, þetta er fín. Það er bara liður, takta það maður. Silett strákar maður. Geggjaði sigur. Bingo! Geggjaði sigur. 87-80. Þetta var, sko, það var skrítinleikur. Skagamenn byrjaði þetta á rönni 8-0. Halda sig svona í þessum 8-10 stigum. Áhlaup koma, Skagamenn svara. Þriðjulegu þetta bara var þetta allt inn bara verða bara hættulegt fyrir Skagamenn. Sindramenn voru bara ógnaði að fara að taka hann leik yfir. Mér leiði aldrei vel nema bara finnst það 2 mínútur kannski. En þetta var samt sveiflukent sko. Gríðarlega. Skagamenn liti alveg fáránlega vel út svona finnst þið 12 mínútur í leiknum komið með 40 stig eða hvað það nú var. Já. Sér það er skora 50 stig fyrir hálfleik og er enda leikinn með 87, þetta er 37 stig að seinna hálfleik. Það er ekkert glæsilegt þannig en sigurinn er fallegur, húsið er fullt af fólki, það er geggjað. Skagamenn kunna að meta körfubolta, það er gengið vel hjá IA er allt gott eins og einhver sagði við með hann. Það er líka sko, það er bara alltaf verið að bæta þessi í umgjörnuna einna. Það er að koma fleiri á leikinn, það eru kjúklingavengi fyrir leiki og drykkur og já, svaladrykkir og alls konar og sonur minn fæði sér allavega 2 póka Doritos hérna. Já. En áður en við kannski ljúkum þessu upp, þá kannski förum við það næsti leikur Skagamanna er heimaleikur eftir 7 daga, 17. janúar IA KFG sem ég held að standi fyrir Körfuboltafélag Garðabæjar. Já. Það ekki? Já. Bara hvetjum allir þess að mæta á þann leik og þeir sem er ekki heimagjarnt eða elskja á IA TV getið fylgst að sjálfsögðu með leiknum í beinni útsendingu okkur Hannibal Hauksson, Jón Orri og Guðmundur Kort. Takk að kella fyrir sig. Takk fyrir mig. Verið sæl.